Já, góða kvöldið, góða áhorfendur og verið velkomin í KA TV. Hér erum við að fara að sýna hörkuleik í Misúndelt Karla í blaki. KA HK liðin sem hafa barist stóru titlana undanfarin ár og við mögum reikna með hörkuleik. Við skulum byrja á að kíkja á lið gestana áður fyrir svo að rýna í stöðundeildinni fyrir leikinn og hérna kemur lið HK. Númer 3 Lúðvík Már Mattíasson, númer 4 Hermann Hlinsson, númer 5 Stefán Gunnar Þorsteinsson, númer 7 Mattíus Kloska, 11 Elvar Örn Halldórsson, númer 12 Giannis Novikovs, númer 13 Markus Ingi Mattíasson, númer 15 Kristoffer Björn Ólason Proppe, númer 17 Magnús Ingvi Kristjánsson, númer 19 Bergur Einar Dagbergsson og 20 Arnar Birgir Björnsson og þjálfari þeirra svo að sjálfsögðu Massimo Pistoia. Já, HK með hörku lið og verður spennandi að sjá hvernig leikur fer í dag. HK í öðru sæti deildarinnar fyrir leikinn í dag og KA í því þriðja. Þetta er eiginlega úrslitaleikur hvort liðið nær að hanga í toppliði Hamars. En kíkjum hérna á KA-liðið. Númer 1 Óskar Fernández Zelís. Númer 2 Draupnir Jarl Kristjánsson. Númer 3 Miguel Mateo Castrillo. Númer 5 Andrei Collins dos Santos. Númer 6 Birkir Freyr Elvarsson. Númer 7 Alexander Arnar Þórisson. Númer 9 Sölvi Páll Sigurpálsson. Númer 10 Hermann Bíring Ottosson. Númer 11 Filip Pavel Sjövsik. Númer 12 Gunnar Pálmi Hannesson. Númer 13 Gísli Martin Baldvinsson. Númer 18 Vigfús Jónbergsson og 20 Benedikt Rúnar Valtísson og já, þá erum farin þetta hringinn. En eins og ég segi, þetta verður væntanlega hörkuleikur, liðin í öðru og þriðja sætinu. Kíkjum bara á stöðuna í deildinni. Sjáum hana hér. Sjáum Hamar á toppnum með fullt úr stiga, 30 stig. HK með 23 eftir 9 leiki, KA með 16 eftir 7 leiki. KA hefur rauninni tapað 5 stigum í vetur, HK 4 og það er nokkuð ljóst ef að það liðið sem tapar hér í dag, það getur held ég bara hvatt draumana að vera deildarmeistari. Þannig að það er ansi mikið undir á liðinum til þess að reyna að halda í við Hamarsliðið sem er búið að vera stórkostlegt til þessa í vetur. En þetta fer að hefjast hjá okkur og eins og ég segi, fáum vonandi hörkuleik. Þessi lið hafa boðið heldur betur upp á frábæra leiki undanfarin ár og verður, eins og ég segi, spennandi að sjá hvernig þetta fer í kvöld. Það er KA-liðið sem mun hefja leikinn og við ætlum að sjá í það að það er svona breyting í gangi hérna. Það er komnir áhorfendur og vera mjög svona mismunandi skilaboð í dag. Fyrstu fréttir í dag voru að það yrði ekki áhorfendur, síðan fengu að hafa 35, síðan endaði 104, þannig að það eru svolítið fólk hérna. En þetta er farið að stað. Það kemur boltinn þetta á Andrei og hann neglir þessu og hann setur boltinn inni. Andrei Collins dos Santos gerir fyrsta stigið. Þetta var vel getið KA-liðinu, fín móttaka, gott auðspil frá Filip eins og nær alltaf og Andrei Collins spilandi þjálfari KA neglir þessi gólið 1-0 og þarna missaði þeir móttökuna yfir og þessi bolti er á línunni. Já, þarna lúrði Filip, tók boltanum, leiðaði mistuði áhættuna yfir og Filip komið með stig 2-0. KA-lið að byrja krafti hérna. Það var sveik móttakan hjá honum Mattheus og Óskar er því áfram uppgjöfinni fyrir KA-liði. 2-0. Það er vel á. En þá kemur boltinn frá Óskar og hann er út. Full löng þessi uppgjöf hjá honum og gestirnir eru komnir á blað. Fer Elvar Örn Halldórsson í uppgjöfina fyrir gestina. Stór strákur, setur hann út
og Andrei var ekki í neinu vandræðum, hann lét hann að fara og Káa fær því aftur uppgjafar réttinn, 2 stigum yfir. Alexander Arnar Þórisson, Lexi í uppgjöfinni. Fýtt bolti frá honum en móttakan fín á gestinum. Boltinn á Matteo Raftininu, neglir þessu, frábær móttaka þarna hjá honum Arnari Birki Líberó og svo kemur smasarna frá honum Matteus og hann minnkar í 3-2, fyrsta runni sóknarstig gestana. Skiptir náttúrulega miklu máli fyrir þá að virkja Matteus, mikill kraftur í honum. Lúðvík, hann fínn en Andrei inn og vandræði með þetta, þessu boltan í kjölfarið og svo blokkar að hressilega þarna. Þetta var hann Kristoffer Björn sem tók hann þarna. Já, og jafna metin í 3-3, fyrsta stigi hans, fyrsta blokkstíði komið, það gestanna. Aftur hörku uppgjöf frá honum Lúðvík en setur hann á fastan og þessir út. Bendi á að það enn pláss í Káamilinu ef þið viljið kíkja í Káamili og njóta þess að vera á staðnum. Það voru þetta, eins og segi, furðuleg skilaboð í dag, var fyrst engir áhorfendur, síðan 35 og síðan 104. Og hérna kemur góð stig frá honum Bergi Einari Dagbergsinni, kemur gestunum aftur í jafnastöðu 4-4. Og þessi leikur hefst nákvæmlega eins og við reiknuðum með, jafnt á flestum tölum og mikil spenni í þessu. Því Matteo uppgjöfin auðspilið aðeins og aftarlega, hann þarf að setja hann örugglega yfir, reyna laumu þarna hann Bergur og setur allt á lítinn kraft í þetta og klikkar þessu. Káa heldur því fórustinni 5-4. Káa búið að leiða hana frá upphafi 2-0, 3-1 og svo búið að vera einstigs munur á liðunum. Andrei Collins fyrir Káa-liði. Þessi er langur og aftur erum við jafnastöðu 5-5. Það eins og var fín stefning í húsinu. Við erum með 2 leikmenn Splices á trommunum. Gunnur Pálmi vandræði með þetta en Óskar bjargar honum. Nú eins og var lag fyrir gestina, hvað kemur hörku bolti hérna, engin Hávard en Fílip gerir þetta frábærlega. Staðsetti sig upp á 10 og svo Matteo blokkaður en hann halda lífi í þessu og kemur Óskar hinum megin og skorar. Já. Óskar Fernández Celis kom með sitt fyrsta stig. Þarna var smá vandræði á Káa-sókninni en þeir náðu að snúa þessu sér í vil og Óskar viðheldur fórustinu fyrir Káa. Káa með frumkvæði hérna í upphafi, 6-5. Benedikt með hennar boltan þessi pompaði niður og þetta ásjá Benedikt Rúnar Valtýrsson. Já, þetta var eiginlega óvænt. Mattius virtist að vera alveg með hann, en svo pompaði bolti niður og Mattius náði ekki að bregðast við og Káa komið aftur 2 stigum yfir. Já, fyrsti ásinn gulur og blár. Engin vandræði hjá Mattius núna og vá, þetta var alvöru smass hjá honum Elvari Erni Halldórsinni. Það var ekki flókin sókn. Káa-leikarnir hika aðeins við Hávardna þeir sáu að móttakan hjá Mattius var alveg ofan í netinu en gestinni nýttu sér það bara virkilega vel. Setti því boltan á Elvar sem virkilega stór og nýtti hæðina vel og bombaði með netið, bombaði hann í gólfið fyrirgefið. En þetta Óskar að koma Káa aftur 2 stigum yfir. Við erum að nýta Óskar vel hérna á kantinum. Ekkert endilega svo hæsti í loftinu við hann Óskar en hann stekkur hátt og nýtir sér það virkilega vel.
fínum þetta káliðin og kemur Óskar enn og aftur, neglir þessu og þessi er út, engin snerting og gestinni fá stigið, 8-7. Myndi ég koma neinum óvart þessi leikur myndi fara í 8 hreinu rétt eins og síðasta leikur KA hérna í KA-mjölinu gegn Fylkismönnum sem KA kom með ótrúlega endurkomu í 8 hreininni eftir að vera 6-12 undir og unnið 15-13 og hérna er Óskar að skora halda honum engin bönd hérna komið við 3 stig 9-7 fyrir KA þetta líst mér vel á eins og ég segi hvorugt lið má við því að tapa stigi hér í kvöld með þurfa annað 3-0 eða 3-1 sigur þess að geta hangið eitthvað í Hamarsmönnum sem eru búin að vera gjörsamlega frábærir í vetur þessi er farin í gólfið og gestirnir að skora hérna sitt 8. stig já, Elvar Örn eiga fína leik hérna fyrir gestina 9-8 eins til 2 stiga munur til þessa Brunfál með flotta móttöku og Fílip hratt uppspil á Lexa og Lexi bombar þessu engin Hávörn og Lexi nýtir þau tækifæri að sjálfsögðu 10-8 og Lexi aftur komin í uppgjörina fyrir KA-liðið þessi liðin er að skiptast á hverju einasta stigi núna og þá einmitt svarar Kristoffer Björn Ólafsson komið með 2 stig núna menn eru fljótir að taka heilan snúning á vellinum þegar liðin skiptast á að skora hverju einasta stig núna Lúðvík Már aftur í gestina kom með hörku uppgjör á hann og veitist ekki hérna Óskar missir hann yfir og hann endar svo út vel gert hjá Bergi Einar að láta fara og gestirnir jafna Ás þarna hjá Lúðvík og þetta er fyrsti Ás gestanna kemur eiginlega lítið orð að Lúðvík hafa átt hann með frábærar uppgjör kemur hérna hörkuboltur frá honum og hann er út hvort að Trommu fyrir KA-liðsins hafi truflað hann hérna Trommu í það mund sem að hann ætlaði að smassa og setur hann út KA 11, HK 10 gestirnir búin að klúra 3 uppgjöfum KA 2 það er akkurat munurinn á liðunum kemur Matteus bombar þessu og Fílip getur ekki stýrt þessum bolta þú sagði Matteus svakalegur kraftur í kappanum komið 2 stig og jafnar í 11-11 og eins og farin sjálfur uppgjöfuna Gunnar Pálmi með flotta móttöku og svo kemur hratt uppspil á Benedikt og hann klárar þetta, já þetta hraða uppspil á miðjurnar hjá okkur er að gefa henni upp á þig Benedikt 2 stig að fyrra úr Ás og Benedikt Rúnar Valtýsson heldur búið að stíga upp núna í síðustu leikjum að fá meira ábyrgð og það er bara gaman að sjá smá vandrar hann með uppspilið gestirnir og KA-liðið þetta slagt touch frá Benedikt og syns það við en þessi bolti er út og KA-lið fært að stig Kristoffer Björn í fínni stöðu þarna en setti boltan rétt út og KA farið í 2 stiga forskot núna í staðinn fyrir að gestinni hérna Þannig klúðruðu við að dauða færi á að skora mikið að stig en slökkum með skrekkin og fengu stíð endanum Þetta missaði móttökuna næstu yfir en frábærlega gert að halda þessu bolta og svo reynir Matteo að lauma en sýndist að vera Stefán Gunnar sem að sá við honum og hann fær blokkstig þarna annað blokkstig í leiknum hefur bæði hjá gestunum 13-12 Matteo sá að Hávörn var á leiðinni niður og hann reyndi að lauma en Stefán er einfaldlega það stór að hann náði að sjá við þessu og þetta kemur hörku smass frá Óskari, þetta var ekki Gíslamartin lögum þetta var að sjálfsögðu Óskar búinn að vera frábær í leiknum
kemur Benedikt og kemur hörku smass þarna og Bergur Einar kom með 2 stig núna. 14-13 gengur ansi erfiðlega fyrir KA að slíta sig frá sterku liði gestana. Kemur Lexi en hittir ekki alveg vel og Arna Birkin að verjast þessu og Andrei Collins fórta sig þennan bolta og kemur Matteo en blokkan áfram boltin í leik. Hérna kemur Óskar hinum megin, neglir þessu og skorar. Sneiðir hann fram hjá hávörninni, fastan bolta og þá ansi erfitt að stoppa þetta. Óskar Fernandes kom með 5 stig, kappinn að eiga hörkuleik hérna í fyrstu reynu. Búinn að skora 1/3 af stigum KA-liðsins. Kemur Matteo, hörku bolti en góð móttaka á Matteus. Kemur boltinn á kantinn en sjáið Lexa í vörninni. Frábær hávörðin Lexa. Hans annars stig í leiknum, fyrsta blokks til KA og KA 16-13 yfir og þá taka gestinni leiklið. Massimo búinn að sjá nóg í bili. Já, KA-liða pyrrið af krafti og mér líst virkilega vel á þetta til þessa en þetta samt bara 3 stig, það fljótt að fara í bakinu, við þekkjum það heldur betur. Spurningum við kíkjum aðeins á síðustu stigin hérna á hvernig þetta búið að vera að spilaðast hjá okkur. Sjáum hérna Stefán Gunnar minkar í 13-12, Óskar skoraði sitt 4. stig hérna 14-12, Bergur Einar minkar í 14-13, síðan komið 2 stig núna frá Óskari og Lexa. Óskar kom með 5 stig og ansi gott að við séum að nýta hann vel. Eigum svo alltaf Lexa og Matteo inn í sóknarlega sig líka. Lexa enda komið 2 stig. En ef ég man rétt þá Matteo ekki enn kominn með stig. Nei, það rétt að mér. Og talandi Matteo, þá setur hann bolta út og gestirnir fá sitt 14. stig þarna. HK gefur ekki tómu eftir hérna. 16-14 verður sig hart að harðist að hann á fyrstu hrinnu. Komast í 1-0. Missir hann yfir og þeir reyna að klára þetta en KA-liðið fær svo stigið, dæmt mók á gestina þarna. Matteus dæmt á mók og KA-liðið fær stigið. Þarna sluppu við ansi vel. Móttakan hjá Gunnar Pálma fór yfir netið og þeir voru að fara að fruma sig í gólfið. En Lexi var fljótur að átta sig, náði þar að fyrir þessu og í kjölfarið svo dæmt mók á Matteus. Og frábær hávörn, náðum að verðist þessu. Kemur Fílip, hávörnin fyrir undir þetta og ekki dæmt, áfram með þetta. Og Lexi setur hann svo út. Þetta var mjög mikið móklykt af þessu hjá Lexa og Lexi eiginlega bara hætti en dómarinn dæmdi ekki neitt. Og svo í kjölfarið setti Lexi boltan út. Já, menn þurfa að halda áfram. Það er ekki búið fyrir dómarinn stoppar og dæmir. Hérna kemur skipting af gestunum. Markus Ingi Mattíasson kemur inn. Beint í uppgjöf. Þetta fyrir hann Kristoffer. 2 stiga munur. KA-liðið að ná að slíta sig aðeins frá HK. Já, fá þetta á stíði þarna. Uppgjöfum vissir þetta Markusi. Það er meira en að segja að koma kaldur inn og strax að taka uppgjöf. Ja, KA án líberó núna. Og meðan Lexi í uppgjöfinni. Það hefur ekki gengið svakalega vel hjá okkur þegar við erum að leika án líberó. Ja, vonandi námsararnir að breyta því hér. Lexi þægileg bolti fyrir Matteus og svo fer Matteus fæður hann, sjáu þið Fílip, hann hreinlega étur Matteus þarna í hávörninni. Já, og aftur taka gestinni leiklið, nú staðan 19-15 fyrir KA, 4 stiga munur fyrst skipti og hægt og bítandi virðist KA-liðið vera að ná að bæta við þetta. En eins og sem við vitum það
Þetta fljótt að breytast. Nítján, 15 og eins og ég segi, HK með hörkulið og eins og við þekkjum eftir síðasta leik gegn Fylki þá er þetta ekki búið fyrir að koma með 25 stig og 2 stigum yfir. Káa misti bæði hreinu 3 og 4 frá sér eftir að vera í líkistöðu þar enda því að leikur fór í 8 hreinu. Það má helst ekki gerast hér og sjáu þetta hvað Andri er búin að lesa Lúðvík hérna. Hann er dæmdur, já, Káa leiði fast í þarna. Dæmt 4 slag á gestina. Já, dæmt 4 slag á gestina. Þeir eru nú eitthvað að mótmæla þessu en ég held að það sé nú bara rétt dómur. Það reyndi Lúðvík að lauma. Hann og Andrei takast bara í hendur. 20-15 fyrir Káa, 5 stiga munur. Káa vantar 5 stig til að klára þessa fyrstu hreinu. Lexi aftur og ja, gera vel úr þessu og já, vel gert hjá Matteo og svo kemur Andrei Collins og Hávotin er að taka kraftin úr þessu. Það var að snúa þessu sér vil Matthews. Ansir nált nýttir, hann er ekki að spasa þetta almennilega. Kemur Matteo, bombar þessu, vel gert hjá Arnari Birki. Hvar endar þetta stig? Hart barist núna, Andrei Collins, hittur hann út, ekkert touch og þessir út. Káli vill meina sér stig, hafi verið touch frá Hávotinni HK, en ég er ekki alveg viss um það. Við treystum dómurunum, 20-16. Og Lúðvík fer í uppgjöfina. Það er hann endur leikinn á hann og ná ás. Sjáum hvað hann gerir. Það er bolti frá honum. Hörkubolti og hann er inni. Einhver misskilningur hérna hjá Óskari og Andrei og þeir leti boltan fara í gólfið. Og þá tökur Káa leikli. Arnar Már Sigurðsson er rauninni þá þjálfari núna með alltaf Andrei er að spila. Arnar Már ekki á leikskýrslunni sem leikmaður í kvöld. Í staðinn eru alltaf Birkir Freyr og Gunnar Pálmi líberóar í kvöld. Sjáum við það síðust í kíkjum alltaf á tölfræðina og í fyrsta reynum leið og hann er líkur. En sjáum við þarna 2 stig hjá gestunum og þeir eru aftur að reyna að komast inn í þetta. Það er Káa komið 5 stigum yfir. Sjáum hvað hverju leiklið Káa skilar. Þeir ná að stoppa Lúðvík. Já, hann allavega setur hann í netið. Það er svo ekki mikið út að bregða til þess að þetta klikki þessar förstu stökku uppgjafir. Káa 21, HK 17, 4 stiga munur. 5 uppgjafir klikka á gestunum gegn 3. Fílíp með áhugaður uppgjöf og svo kemur hérna hörkubolti sem að Hávotin tekur. Fílíp setur hann upp á Matteo og hann neglir þessu af Hávotinni. Þetta var vel gert hjá Kristoffer. Hann sá við Matteo, fær blokkstig þarna og Kristoffer kom með 3 stig. Fagnar þessu vel og innilega. Gaman að Matteo, hann fær bara ekki að skemmtilegast heimir að blokka þér en Matteo hefur bara gaman að þessu. Óskar gerir vel þarna, það er erfiður bolti en nú er sen fyrir gestina, kemur þetta, þeir reyna að lauma. Það var Stefán Gunnar hérna. Kemur Andrei Collins, bombar þessu af Hávotin og niður, skorar, já. Það var klókt hjá Andrei. Það var Hókinn, reynsludrengurinn, eða kallinn. 43 ára gamall, kom með 2 stig. Það er nóg að gera hjá honum. Þetta í blagstarfinu hjá Káa. Skemmtilegu karakter. Kom nýr inn í vetur. Ja, Matteo tekur þessu bolta og svo kemur Óskar enn og aftur en sjáu þið Hávotin en Gunnar Pálmi frábærlega staðsettur og bregst hratt við þarna og svo kemur Andrei og Benedikt nær ekki að stýra boltanum þarna. Og já, Stefán Gunnar kom með 2 stig.
Gestirnir eru ennþá inni í þessu en þurfa að ná að brúa bilið sem fyrst. Káa aðeins 3 stigum frá því að klára þessa fyrstu hreinu. Óskar í smá vandræðum en sleppur með það. Kemur Matteo, hann aftarlega en smassar þessu samt. Og þessi missa boltan þarna yfir og Benedikt, hitti ekki boltan en slapp með þetta. Kemur flott uppspil hérna en Gunnar Pálmi áfram vel staðsettur. Hann spila líbarasturinn virkilega vel og svo kemur hörkusmann frá Matteo og hann neglir þessi gólfið. 23-19 og Matteo loksins komin að blaði hérna. Mátt hann svolítið inni. Og Káa 23-19 yfir núna. 2 stigum frá því að klára þetta. Komast í 1-0. Þá tekur Arnar inn að skiptingu. Vigfús Jónbergsson kemur í uppgjöfuna. Hann var í uppgjöfunni þegar Káa fullkomna endurkomuna gegn Fylki í öllarinninu síðast. Hann er vilt ótrúlega öruggur sínum aðgerðum þegar kemur uppgjöfunum og svo hoppa boltinn af netinu en þeir ná að berga þessu. Og Andrei upp á Fílip tilbaka á Óskar sem gerir ekki dránt núna og skorar enn og aftur 24-19. Óskar komið 6 stig. Virðist valla geta klikkað hér yfir kvöldi. Og Káa er 1 stigi núna frá því að klára þetta og komast í 1-0. Það væri viss yfirlýsing. Mattias tekur við þessu og fær svo boltinn afturlínunni og setur hann út og Káa liðið fær stigið og Káa vinnur þar með fyrstu hreinu 25-19. Já, Mattias fekk hérna boltan í afturlínunni, ákvað að láta vaða en boltinn var mjög tæpur hjá honum rétt út og Káa liðið vinnur því 25-19 fyrstu hreinu og fáum þá tölfræðina í fyrstu hreinu upp. Sjáum hann hérna. Sjáum hérna 25-19 fyrir Káa í fyrstu hreinu. 12 smarstig gegn 7. Káa liðið var að spila frábæra sóknarleik og mér fannst nú vel að bara vera með yfirhöndina eiginlega í hreinunni. Leiddu frá upphafi til enda þó að HK aldrei langt undan. 2 ásvar gestum gegn 1, 1 lauma hjá gestum gegn Engri og 3 blóðstig á HK gegn 2 og Káa liðið fær 10 stig eftir mistök á gestunum. Það er 5 missettar uppgjafir. Þannig að Káa gerir líka færi mistök á þess að vera með aðeins beittari sóknarleik og vinnur þá með 6 stigum sem er mesti munurinn á liðinu til þessa. Skulum kíkja örstutt á stigaskori á Káa-liðinu. Óskar stigastur með 6 stig, Andrei, Lexi, Fílip og Benedikt allir með 2 stig og Matteo 1 stig. Og hjá gestunum þar er Kristófer Björn Ólafsson Proppe með 3 stigastur, Lúðvík Már, Stefán Gunnar, Matthías Kloska, Elvar Örn og Bergur Einar allir með 2 stig. Já, sem við kíkja östuðt á hvernig fyrsta hreina spilaðist. 25-19 sigur Káa. Sjá Káa bláa línan komu strax í 2-0 og HK jafnar metinn 4 sinnum í hreinunni. Annars er það Káa liðið sem að leiddi þetta og vinnur endanum 25-19 sigur. Þetta líst manni vel á, flott byrjun okkar mönnum. En þetta er hvergi nærri búið, það heldur betur í blækinu. Við viljum oft verða að spila sveiflur á milli hreina. En ég held að við tökum okkur smá pásu og komum svo fersk inn í aðra hreinu.
Já, þá eru liðin að vera klár í næstu hrinu. K.A. 1-0 yfir í þessum toppleik. Liðin í öðru og þriðja sæti fyrir leikinn. Og eins og segi, liðið sem tapar hér í kvöld, ég reiknaði fastlega með að það muni ekki eiga séns á að ná Hamarsmönnum. Og í rauninni ef að þetta fer í oddahrinu þá reikna ég með þetta sinn og ég bara komið á Hamarsmönnum. Þannig að mikilvægt fyrir liðin að vinna 3-0 eða 3-1 í dag. Það kemur Lúðvík fyrir gestina, fastu bolti, skoppar á netinu yfir og beint í gólfið. Rosalega erfitt að lesa í svona bolta. Og sjáum við að Gunnar Pálmi heila bara leita á Andrei og þeir bara brostu. Vissu það að þetta hefði verið erfitt. Og Lúðvík þá aftur í uppgjöfinni, hörkubolti og Andrei frábælum. Þá var Björgun hjá honum og svo fær hann boltan eftir kjörfæri og skorar. Já, allt í öllu þarna Andrei Collins dos Santos. Jafnar í 1-1. Það var virkilega fastur bolti frá Lúðvík og Andrei þurfti að teygja sig í hann, kastaði sér í hann, hann var að kýla hann beint við loftið, beint á Filip sem sett hann tilbaka á Andrei sem var snöggur upp og skoraði svo gott stig 1-1. Og Lexi, hvað rendar þetta? Út! Þessi bolti var úti frá honum Kristófer og K.A. komið aftur yfir núna 2-1. Já, eins og við fáum vantilega fleiri áhorfendur á næstu leiki en það munar samt helling þó allavega að hafa einhver í húsinu, það er stemning og það ætti að vera okkur til góðs. Og Matteo, en sjáu þið, Arnar Birki, hann nær að bjarga þessu, situr hann svo yfir sjálfur og kemur Filip, hann velur Andrei, Hávartin tekur kraftin úr þessu og kemur Matteus, hann reynir að lauma og Filip les þetta, vel gert hjá honum. Óskar yfir á Matteus, situr hann örgan yfir, hvað gerir gestin núna? Það var virkilega vel gert og já, Matteus skorar. Tinúi. K.A. liðið fá endurtekið. Óskar, já, endurtekið, þetta stig telur ekki. Það er 2-1. Þess að ég var búið að dæma HK í stigið en Óskar náði að setja fótinn í boltan, hann var ekki að fara í gólfið og þá er bara endurtekið, þá getur ekki dæmt stigið og snemma og þeir viðurkenna bara mistökin sín hérna dómararnir. Það er bara jákvætt, virkilega jákvætt að menn séu með augun opin og tilbúin að játa mistökin. Þannig að staðan er 2-1 fyrir K.A. Ég myndi að segja að mér fannst Óskar hafa náð að bjarga þessu. Aðeins að Plutur á sér að dæma stigið þarna og það því endur tekja gult spjald hérna á gestina. Það hefði ekki bara verið Massimo sjálfur sem fekk spjaldið eða hvort það hafi verið Lúðvík, ég veit ekki, skiptir ekki öllum máli, gulspjaldið er svo sem ekkert rosalega mikilvægt í þessu, það er rauninni bara ef það er rautt spjald eða gult og rautt á sama tíma. Það var að laga stöðuna í K.A.-vilunum, staðan er 2-1 upp á töflunni. Bíðum eftir að það verði lagað, þá getum við haldið áfram hérna. Já, K.A. fekk þetta stig, fekk ekki stigið með því. HK fekk ekki stigið, þannig að staðan er 2-1. Kemur boltinn á Lexa, en Arnar gerir vel í móttökunni og Matteus bombar þessu af Benedikta út og nú er staðan orðið 2-2. Matteus, en Óskar tekur við sem er beint á Filip tilbaka og Matteo klárar þetta vel, það var bara einn í hávalda mótunum og Óskar með flotta móttöku þarna sem endar í því að Filip setur hann á Matteo. Já, Matteo kemur K.A. aftur yfir 3-2. Við erum að finna Matteo aftur núna, komið 2 stig, það er mikilvægt
Leikmann sem skorar þetta alltaf yfir 10 stig hver einasta leik og blokkar svo boltan handa Matteo en boltin út og staðan 3-3. Kemur Kristoffer fyrir gestina, Óskar tekur við, fíl tilbaka á Andrei og Andrei af hávörðina út, já, þetta gerir gamli kallinn vel. Kemur Káa í 4-3. Gamli kallinn, gömlu kallarnir, Fílip á Andrei. Áfram röng staða í Káa-milinu á töflunni. En hún 4-3 fyrir Káa. Og svo kemur þetta stig hérna frá honum Bergi Einari. Hann búinn að eiga fínan leik, komið með 3 stig. Jafnar í 4-4. Andrei á Fílip, tilbaka á Matteo og hann neglir þessu, já. Áfram Fílip að leika hávörðina hjá gestunum grátt. Sittur tilbaka á Matteo og þá bara einn í hávörð og Matteo skila því alltaf í gólfið. 5-4 í Káa. Það bara svo magnað að fylgjast með Fílip spila Austfjarðastöðuna. Ótrúlega klókur og fljótur að lesa í vörðgestana. Káa bergaði þessu, nú lag fyrir gestina. Það endar þetta Matthews og afturlínu og sjáu þetta! Alexander Arnar Þórisson hreinlega étur hann í hávörðinni. Og Lexi aftur með hörku blokk. Komið með 3 stig leiknum, þar var 2 eftir blokk. Og Káa 6-4 yfir. Benedikt Rúnar Valtísson til Káa, Matthews tekur við. Kemur boltinn á kantinn og hörku smass þarna. Það gerði Stefán Brynjar vel. Já. Sá stökk hérna maður. Og kom með 4 stig. Hann að eiga flottan leik á kantinum. Og fer svo í uppgjöfuna sjálfur. Hann hefði losnað við hann úr framlínunni. Gunnar Pálmi setur hann á Fílip sem að gera gott úr þessu og heldur betur því að Óskar Bombarsson svo gólfið. Óskar Fernández Elís heldur áfram að eiga flottan leik hérna. Kom með 7 stig. Káa aftur að leiða. Það kemur Matthews hann á kantinum og hávörðin hjá Lexa mögnu. Sá klár í slaginn maður. Komið með 4 stig núna, 3 blokkstig. Og það veit heldur betur og gott ef að hávörðin á Káa-liðinu komin í gang. 3 stiga myndir 8-5 fyrir Káa. Og sjá, svo dæmt net þarna á Fílip og Fílip viðkynni mistökin. Fór þarna upp í hávörðina, rakst í netið og það bara einfallega má ekki. Gestirnir fá þetta einfalt stig, sá að Gunnar Pálmi var búinn að koma sér í góða stöðu og tók vel á móti bolta. En net á Fílip. Andrei upp á Fílip, Fílip yfir á Matteo sem að lauma bara. Var ekki stöðu til að smassa þessu. Kemur Matteo sinnum megin og aftur Gunnar Pálmi að gera virkilega vel í móttökunni. Það erfiður bolti við eiga og svo kemur frábært spil hérna upp á hann Kristoffer á miðjunni og hávörðin á leiðinni niður. Þau voru tilbúin að reyna að loka á laumu úr uppspilinu sem kom ekki, heldur kom hratt uppspil á Kristoffer og hann skilaði þessu í gólfið. 4 stig á honum. Óskar á Fílip og hratt uppspil á Lexa og net dæmt á gestina. Káa-lið fær stigið. Já, net báð megin núna. Og 9-7 fyrir Káa. 2 stiga munur. Áfram stál í stál hérna. Og Óskar í uppgjöfinu fyrir Káa. Þetta
Þægileg bolti og hvað gera þeir aftur hratt uppspilið. Hann Andrei gerir þetta mjög vel en þarna sér Lúðvík við honum, setur hann aftur á Kristófer sem skorar. Það sárvantaði Andrei hjálp í háðunni. Gerði mjög vel í að blokka fyrsta bolta. En það ansi mikið að biðja meira en það á svona skömmum tíma þegar hann einn í hárunni. Óskar setur hann beint á Fílíp og þar kemur Lexi með boltan í gólfið. Já, það setur Arnar Þórisson. Hann að raða í stiga núna, kom með 5 stig. Tveggja stiga munur, K.A. í vil. Lexi í uppgjöfinni. Fastur bolti og þetta bara eins hreinn ás og getur verið frumarins í gólfið og það hreyfir sig enginn í móttökunni hjá gestunum. Það hafi ekki séð boltan veit ég ekki en þetta var vel gert. Annar ás K.A.-liðsins. 11-8. Lexi aftur. Jæja, núna eru þeir klárir, missa hann yfir og út og aftur ás hjá Lexa og hann brosir að þessu. Eðlilega 8-12 fyrir K.A. 3 stig í röð og þá tekur Massimo Pistoia þjálfari HK leikhlé. K.A. að eiga hörkappa núna, komnir 4 stigum yfir. Jæja, K.A. heldur áfram að raða stigunum. Matteo 13-8 núna. Þú voru að reyna að nýta tækifæri til þess að benda á að það er 1 stig og mikið á gestina í K.A.-heimilinu. Þetta endurtekna stig er ennþá á þeim upp í K.A.-heimilinu. Vonandi að það hafi ekki áhrif. Það er alltaf leiðilegt ef það var eitthvað svoleiðis. Röng staða hafi áhrif. En jæja, áfram með smjörið. Missa boltan þetta yfir, kemur Fílíp og já, hvað var ég að segja? Það er algjör unun að fylgjast með Fílíp Pavel Ševičić spila blag. Kann heldur betur að lauma kallinn, skorar þarna gott stig og staðan er eins og segi, við vonum að þetta hafi ekki áhrif að þetta stig sem var endurtekið sé ennþá upp á töflunni í K.A.-milinu en við höldum þetta áfram okkar stöðu hérna í K.A.-milinu, í K.A.TV en þetta kemur missunni ekki hjá Lexa, þá kemur Gunnar Pálmi inn 14-9. Og þetta er svo ás hérna hjá Mattheus. Já, þeir eru að ná að minnka munin aftur núna, gestirnir.
Þarna fær Kávalið gott stig. 15-10. Og hérna hörkustig frá Kristófer. Og hann minkar hérna í 15-11. Enn hann að skora 6 stig. Ég sýnist að það muni standa. Staðan sé 12-15 fyrir Káa. Þó að það sé bara ekki rétt. Kemur Andrei og hann skorar. Já. Vonandi Káa-liðið bara að klára þetta. Það þurfi ekki að hafa henni áhrif. Andrei Collins dos Santos eiga flottan leik, komið 5 stig. Skulum bara einbeita okkur að því að horfa á leikinn. Lúðvík með fínt uppspil hérna, en sjáuði Óskar í hávörðinni og aftur er hávörðin frábæra Káa-liðinu. Þeir eru í miklu vandræðum þetta gestirnir og reyna að lauma og Andrei stekkur hann á bolta, kemur Matteo, setur hann á hávörðinu út og skorar. Já, Matteo, hann er að stíga upp núna, komið 5 stig. Eins og ég skoraði aðeins 1 stig í fyrstu hreinu. Við vissum það að við eigum helling inn í honum. Það er yfir stórfrétt ef hann skorar ekki við 10 stig í leik og ég veit að það vel rúmlega 10 stig sem hann skorar. Gjörsamlega frábær blakari. Hvað endar þetta? Reyna að lauma hérna, sjáuði Fílip, sjáu hvað hann gera þetta vel og svo kemur Matteo í kjölfarið og já, Káa-liðið er að spila stórkostlegan leik hérna. Sjáuði Fílip lagði hendina beint þessi bolti lendi, skoppar upp, þar var Benedikt fljótur átt að setja boltan upp á Matteo sem var þrumar í gólfið. 18 stig komin í Káa-liðinu og þeir eru að einfallega leika við hvern sem fingur, strákarnir. Þannig að þegar Káa-liðið er í sínum gír þá eru þeir gjörsamlega stórkostlegir og frábær vörn og gestunum hérna, Óskar þjarmaði aðeins hérna. Og svo kemur Gunnar Pálmi með nýsenda touch þarna og hann sveit heldur við upp þessi skömmina, liggur hérna á gólfinu. Hann lappar svo aftur inn í mynd hérna og fær smá pepp frá félagunum. Þarna sveik fingirslæðið hans aðeins. Hefði hans verið alltaf verið þægileg bolti fyrir hann. Hann var að vísu svolítið aftarlega. En hvað það? 18-12 segir við, 18-13 segir stigataflinn í gáfininu. Gunnar Pálmi gerir þetta vel. Knútur að svara fyrir sig. Óskar laumar og skorar. Sjáum hérna að Hermann Hlynsson reyndi að stökkva hann á bolta en náði engan að stýra boltanum og Óskar kom með 8 stig. Og þessi önnur hrina búin að vera virkilega góð hjá Káa-liðinu. Við erum komið með ansi gott taka á þessu. En við vitum það að það mátt aldrei hætta að sækja í blækinu. Matteo, Fílip og Lexa og Lexi bombar. Það er engin hávörn. Gestirnir eru bara einfallega í miklu vandræðum og Káa-lið er að ganga á lagið. 20-12, Lexi kom með 8 stig. Og þeir virka svolítið ráðviltir. Það er ekki að taka leikliða Massimo. Nei, hann er búið með bæði leikliðinu í þessari annar hreinu. Þannig að nú þurfum við bara að halda áfram og hvað endar þessi bolti? Ekki yfir. Það vantaði smá taldag á Benedikt og Lexa og fyrir vikið kom slagt touch. Og HK fær þarna ansi ótistig. Ég þarf að segja að við þurfum að bara hamra játni með það heitt. Gestirnir eru í smá vandræðum. Massimo búið með leikliðin í annar hreinu. Við höfum bara að klára þetta dæmi. Gunnar Pálmi flott á móttöku og svo kemur hratt uppspila enn og aftur vantar gjörsamlega hávörðina á Lexi. Leikur sér að þessu. Hvernig ætlar að stoppa mann eins og Lexa sem er með svona ótrúlega hæð, stökkkraftin líka í lagi og langar hendur. Það er enginn í hávörðamótunum. Kemur frábær uppgjöf frá Matteo og þeir missa hann yfir og enn
erum við að setja boltan á Lexa og lauma frá Filip rétt út. Þannig að boltin við það að sleikja línuna en dæmdur úti og HK er ennþá inn í þessu en Káa er með tögl og haldir á þessari annar hrinnu og er við það að komast í 2-0. Þetta er samt ekki alveg búið. Við höfum séð alltaf að segja ótrúlega hluti gerist í blækinu. Ja, fín móttaka hjá Andrei og kemur Matti á bombarissu og skorar. Setur hann með háorðinni og skorar 22. stig Káa. Já, Miguel Matti og Castrillo komið 7 stig. Og það virðist fátt geta stöðvað það að Káa komist í 2-0 hérna. Óskar í uppgjöfinni. Káa 3 stigum frá því að klára aðra hreinu og vera frábæra fylgst með liðinu hér í kvöld. Og að lauma og gestin fá stigið. Netdæmt á Andrei Collins. Og HK er því ennþá inn í þessu en þeir þurfa að heldur taka sér til í andlitinu ef þeir ætla að snúa sér í vil og lenda ekki 2-0 undir. En þá er reyndar líka þeirra besti uppgjafamaður í uppgjöfinni, Lúðvík. Bolti frá honum skoppar af netinu en Andrei Collins nær að stýra þessu og Mattheus setur hann þægilega yfir. Kemur hörku bolti hérna á Mattheus og Mattheus bjargaði þessu. Káa-liðið nær að snúa þessu, kemur boltan yfir og kemur Mattheus aftur og setur hann út. Nei, fyrirgefi, setur hann inn, fyrirgefi sem var inni. Og Mattheus Kloska komið 5 stig. Minnkar í 6 stig. En ef við förum eftir stöðunum sem er upp á töflunni í Káa-liðinu þá er 5 stiga munur. En eins og ég segi, ég vona innilega að þetta verði ekki eitthvað sem hafi áhrif á leikinn. Að í stöðunni 2-1 fyrir Káa fekk HK virtist stig. En eftir smá hugsangang voru dómararnir að dæmdu þeir að endurtaka stigið en HK sem var búið að fá það stig með 2 upp á töflunni í Káa-liðinu, það var ekki tekið tilbaka og því er ég alveg 100% á því að staðan er röng í salnum en rétt í Káa TV og vonum bara strákarnir klára þetta þannig að þetta hafi ekki áhrif en Káa tók hérna leikhlé og halda salnum á tánum en saman tíma það fengur alltaf gestirnir smá tíma til þess að reyna að bregðast við með Lúðvík og sjáu þið flotta móttöku Óskari, kemur boltinn aftur á Matteo, háorðin fín en boltinn af háorðinu og í gólfið og Matteo fagnar komið með 8 stig núna 23-16. Nájá, strákarnir hafa haldið bara áfram að þjarma að gestunum frábær sóknarleikur hjá Káa, Káa komið 25 smast í gegn 15. Það segir bara ansi mikið sóknarleikur Káa til fyrirmyndar. Kemur þessi bolti frá Lexa, hann er út, gestunir fá stigið. Já. HK er bara, eins og segi, ekki alveg búið að finna taktinn á sama tíma og Káa er að líklega eiga sem besta leik í vetur þetta til þessa. Og svo er búin að eiga nokkra fína leiki, þá er þetta klálega það besta sem ég sé frá þeim í vetur. Og þeir ná að halda þeim dampi út leikinn og tryggja 3 stig. Hvaðan það, klára fyrst alltaf þessa hreinu. Og kemur Andrei Collins af háorðinni en hann gerir þetta vel hann Arnar Birkir. Og hvað er þessi bolti? Æja, með HK megin kemur hörku bolti þarna á kantinum. Þetta var Markus Ingi. Og minnkar í 23-18. Þeir eru ennþá inn í þessu.
Gunnar Pálmi, flott móttöka, beint af Fílip á Benedikt og hann skorar 24. stigið og KA er komið í lykilstöðu. Já. Það var virkilega flott uppgjöf en sáðu móttökuna af Gunnari Pálma. Þetta gerði hann frábærlega, hitti sko beint á Fílip, sett hann á Benedikt og hann skilaði hann gólfið og þarna undar þessi bolti yfir og dæmt mók á Benedikt, þetta er rétt, ítti þarna hressilega undir boltan. Þessi bolti fór óvænt yfir nettið og Benedikt reyndi að bjarga því með því að íta undir boltan. En þetta var ekki alveg lögleg snerting hjá honum. Og HK er því ennþá á lífi en KA það bara eitt stig að klára þetta, kemur þetta hér, nei. Boltinn af spírunni, eða antennunni hjá Matteo og HK komið í 20 stig núna. Pressa á Kristoffer í uppgjöfinni. Hann er komið aftur með fína móttöku og kemur Andrei af hárninni en Fílip tekur við honum og svo kemur Matteo, bombar þessu hárninu út og KA vinnur aðra hrinnu 25-20. Matteo komið í 9 stig og KA er komið í 2-0. Já. Eins og ég segi, sóknarleikur KA-liðsins er búinn að vera virkilega góður og gestirnir eru bara í bullandi vandræði með að eiga við okkur. Kom alltaf þarna erfiðu kafli hjá gestirnir sem þeir tóku bara valla á því að reyna fyrir hárnina og KA-liðið gekk á lagið. Sjáum tölfræðina í annar hrinnu. Fimmtán 9 í smastegum í þessari annar hrinnu. Aftur er KA-liðið eins og segja að spila bara frábæran sóknarleik og að skora 15 stig af 25 með smastegum er bara virkilega vel gert. Segir bara eins og mikið hvað er verulega vel gýraður í þetta. 2 ásar sikkorlið, KA með 3 laumur gegn engri, 2 blókstík gegn engu en sjáum við að HK gerir fá mistök núna en KA-liðið gerir 9 sem gefur HK-liðinu stig en sannfærandi sigur KA 25-20 eftir að þeir voru mest 8 stigum yfir 22-14 eins og við sjáum gestirnir leiddu í 1-0 en síðan ekki söguna meir. Þessi hrinna 25 mínútur og 47 sekúndur fyrir það sem hafa áhuga á því. Já, sjáum hérna Matteo stigastur með 9 stig ásamt Alexander Arnari Þórisinni, Óskar Fernandes Selís með 8 stig, Andrei Collins með 5 og Fílip Pavel og Benedikt Rúnar með 3 stig. Hjá gestunum Kristoffer Björn 6 stig, Matteus Kloska 5, Stefán Gunnar 4, Lúðvík Már 3, einnig Bergur 1, svo var Elvar Örn með 2 stig og Markus Ingi með 1 stig. Kíkjum örstuðt á hvernig þessi önnur hrinna spilaðist. 25-20. Sjáum að eins og HK komst í 1-0, síðan var jafnt á næstu tölum en KA-lið tók svo tiltölulega sannfærandi forystu miðbik hrinnunar sem að HK náði aldrei brúa 8 stig mest í mundur hérna í 22-14. Þetta byrjar frábærlega hjá KA-liðinu, komnir í 2-0, öryggið með allavega stig úr leiknum en nú er bara spurningin á að klára þetta í 3. eða 4. hrinnu og fara þá heim með öll stigin. Það er þá ljóst að HK er allavega búið að tapa 1 stigi hér í kvöld þó þeir náðu að snúa þessu séri vil og vinna í 8. hrinnu. Þessi fyrir leikinn í kvöld voru HK búin að tapa 4 stigum í vetur, KA 5, þannig að núna eru HK búin að tapa 5 stigum rétt eins og KA.
Hamarsmenn á toppnum með fullt úr stiga, hafa aðeins tapað einni hreinu í vetur sem er náttúrulega alveg ótrúlega tölfræði í 10 leikinn til þessa nýliðar deildinni. Þeir eru náttúrulega með ótrúlegt lið. Og virkilega gaman að sjá Hvergerðinga koma af kraftin í blækið. Þannig að finnst okkur kámenn við eiga svolítið í þessu liði. En hvað það? Nú erum við að gera okkur klár fyrir þriðju hreinu. KA 2-0 yfir eftir 2 virkilega flottar hrinur. KA gerir smá breytingu sem að Birkir Freyr Elvarsson kominn í stöðu líberó. Gunnar Pálmi fara aðeins að spila með hann. Þetta fyrir fyrsti boltinn og þessi bolti vendur úti. Fín háfur hjá Andrei en það er ekki að stöðva hann Stefán. Og Stefán fær því stigið 1-0 fyrir HK. Rétt eins og í annar hreinu. Það var káalið fljótt að snúa þessu sér í vil. Gunnar Pálmi komin inn núna. Skipta þessu melli sóttar og varnarlíberóar núna. Kemur boltinn á Berg. Bergur setur hann þægilega yfir og Matteo er vel staðsettur. Já, vel geta Lexa kemur hún yfir. Og Gunnar Pálmi er að stýra þessu og setur hann endanum yfir. Æja, nauðvörður KA núna. Hvar endar þetta? Bergur. En Óskar gerir þetta vel. Fílip upp og Matteo setur hann yfir. Æja, KA-menn í algjöri nauðvörð. Hvar endar þetta núna? Matteo sinni á lauma og hann gerir það. Og dæmt net að mér sýndist á Lexa. Breytir ekki öllu. Stigið er gestana. Og gestinir áttu þetta stig, heldum þetta skilið. Voru að þjarma pressilega okkar liði sem að náða að verjast nokkru sinnum. Það kemur Andrei Collins en Arnar Birkir vel staðsettur. Kemur Bergur hérna. Svo kemur Matteo, bombar þessu af hórninu niður. Já, fyrst til KA. Miguel Matteo Castrillo komið 10 stig. Hvað sagði ég? Hann skilar alltaf allavega 10 stigum í leik. Ótrúlegur þessi kappi. Varði í öðru sæti í kjöri íþróttamanns Akureyrar fyrir síðasta ár. Og hvað gerir Lexi hérna? Ja, þeir ná að stýra þessu. Matteus kemur svo með frábær stig hérna ansi aftarlega. Það var ekki margir sem hefðu smassa á þessari stöðu en Matteus lét vaða. Það borgaði sig. Hans 7. stig. Flestir hefðu bara tekið fingirslæðið yfir til þess að vera alltaf öruggir að halda boltanum í leik. En Matteus, þetta var kemur vel. Æja, Óskar nær að bregðast við að boltinn fer á netinu. Kemur Matteo, frábær móttaka hann í eftirlunni hjá Stefáni og svo kemur Matteus inn að lauma og skorar. Já, 4-1 fyrir gestina. Þeir eru að byrja þriðrinu á krafti hérna. Æja, við vissum það að þeir myndu alltaf býta frá sér. Það var ekkert annað í stöðunni hjá þeim. Sér HK með virkilega flott lið. Gunnar Pálmi tekur við og Fílip upp á Andrei. Andrei af hárinu út. Já, fagnar þessu vel og innilega. Hans 7. stig, Andrei Collins dos Santos. Alltilega að vera spilandi þjálfari. Geta stýrt í algjörlega hvernig þið spilar. Skora svo bara sjálfur. Og KA ná að stoppa blæðingun hann 4-2. Boltinn hérna af netinu frá Fílip. Þeir ná að verða þessu. Hvar endar þetta? Fílip upp á Matteo. Matteo bombar þessu og þessi er... Það er frábærlega gert hjá Matteo. Hann sækir hann bolta og hann enn í leik. Kemur Andrei og af hárinu út. Já. Þessi ótrúlega björgun hjá Matteus var svo fyrir bí þegar að Andrei bombar þessu aftur af hárinu og út. Næja, 4-3 fyrir HK KA með 2 stig í röð. Og já, þá er
Birkir Freyr komin aftur í líberastöðu Káa eins og þeir eru að skipta þessu með sér núna hvort sem að Káa sé með uppgjafaréttin eða ekki. Kemur Matteo Bombarsjó og frábær háur þarna. Það hefði ekki verið Matteo sem að tók þetta, það var allavega hann eða Kristófer. Gefum bara Matteo þetta, hann komið 8 stig. 4. blokkstig gestana, bæðileg komið 4 blokkstig. Og HK nær að hanga fórustinni 5-3. Andrei með móttökuna og kemur boltinn yfir á Matteo og hann bombar þessu og hann er að skora. Já, fastur bolti. Kristófer er ekki að stýra honum, missar hann upp í loft og Matteo kom með 11 stig. 4-5. Og Káa sóknin er aftur að finna taktinn. Það er bara jákvætt fyrir okkar menn. Þetta var þetta virkilega vel gert. Lúðvík setur boltan hann upp á hann Elvar Örn sem að skoraði sitt 3. stig. Sveif hann vel og lengi og skilja boltan svo í gólfið. Matteus kemur svo með hennar boltan er eins og of neðarlega og fyrir bara beint inn til. Og 7. uppgjör gestanna sem klikkar. 1 stigs munur, sjáum þetta með þennan 7-5. Káa búið að fá 7 stig eftir mislingar uppgjör hjá gestunum. Ja, Benedikt Rúnar Valdirsson fyrir Káa-liði, 1 stigs munur. 6-5. Hart barist núna enda gestur með bakið við vegg. Meiga ekki tafa þessari hinnu. Og þessi bolt er inni. Nei, það dæmdur út til. Dæmdur út. Jæja. Bergur eina með bolta sem að mér fannst vera inni, en ég er svo sem ekki endalega í bestu stöðunni til að sjá það á vellinum. Og Káa því búið jafn í 6-6, þessi dæmdur út til hjánum. Svo kemur boltinn þetta af Matteo í spýruna. Káa-liðið fær stigið. Gestirnir ekki sáttir. Ég skil það mjög vel, mér fannst hann fara af háurðinni hjá Matteo og svo í antennuna eða spýruna. En dómararnir meta svo hann hefði farið fyrst í spýruna og svo í Matteo. Þannig að Káa-liðið er komið yfir skyndilega og eru fljótar að missa það. Þessi uppgjöf of uttalega og 7-7 núna. Og var þarna nokkuð dómar sem náðu að kveikja hans í liðunum. Það er eðlilega stuttu þráður í mönnum núna. Það er náttúrulega mikið í húfi í þessum leik. Lexi upp á Óskar. Jæja, hann tekur hann. Og svo kemur Bergur. Sjáiði staðsetningan hjá Gunnar Pálma. Nei, samt ekki að stýra boltanum betur en þetta og vissir hann upp í loftið. Og KK aftur komið yfir. Svolítið sveiflir núna. Bergur Einar Dagbergsson. Það gerði hann vel. 4 stig hjá honum. Við erum í vandræðum með móttökuna frá honum Lúðvík. En þetta var frábær móttaka. Leið ég sagði þetta þá kemur móttökan góð hjá okkur og svo kemur klúður þarna hjá honum Bergi. Það var engin hávörn og hann hafði verið allan tímann heim til að stýra sér bolti í gólfið en setur hann út og hann veitir þessi skömmina. 8-8 aftur í jöfnum leik hérna. Matteo fyrir Káa bombar þessu bolta og þeir ná valda bolta hérna, setja hann þægilega yfir. Lexi upp á Filip upp á Óskar sem bombar þessu og skorar. Já. Óskar kom með 9 stig núna, skoraði minna í annar hrinnu heldur en í þeirri fyrstu sem var frábær hjá honum. Og vonandi náum aftur að virkja hann. Mikilvægt að dreifa álagina aðeins. Matteo tók svolítið álagið í annar hrinnu. Það kemur Matteo og tæpar hann á ásnum þarna. En í staðinn þá er það hann Elvar Örn sem skorar að miðjunni. Hans 4. stig, jafnar í 9-9.
stefnir í svakalega baráttu þessa þriðju hrynu. Með sigri í þessari þriðju hrynu myndi K.A. klára leikinn og sækja öll stigin. HK hins vegar verður að vinna til þess að knýja fram fjórðu hrynu og halda sig ennþá inn í þessu. Gunnar Pálmi upp á Fílip yfir á Óskar og hann bombar og skorar. Dæmt net á gestina. Þannig að Óskar fær ekki stigið. En hann var alveg örugur með að skora. Hann var sama hvort sem hann var dæmt á þetta eða ekki. K.A. liðið allt fengið stigið. Og 10-9 yfir hérna. Það er búið að vera óvenju mikið netdóma til þessa. Fer Óskar í uppgjöð og bolti. Ja, þeir ná að redda þessu. En þessi bolti hins var allt of langur frá Stefáni Gunnari. 11-9. Og sjáum við hvað skiptir miklu máli að vera með krefjandi uppgjafir. Þeir eyða henni 2 snertingum af 3 bara í það að reyna að ná einhver svona valda bolta og fyrir vikið er Stefán Gunnar ekki í úrvalsstöðum til þess að þrjúa boltan yfir og setur hann út. Þetta er allt annað. Matthías tekur vel um þetta og svo kemur Birkir með fína móttöku hérna en hann vantaði hérna einhver K.A.-lið að taka við þessu og HK fær sér 10 stig, 11-10 fyrir K.A. Ég veit ekki alveg hvað Fílip er að setja út á dómgæstina þarna. Það var bara mjög skýrt stig fyrir gestina. Og Stefán Gunnar fyrir HK. Þess að hann setur hann í netið. Þetta er 8. uppgjöf sem klikkar á gestunum. 12-10. Lexi með frábæra uppgjöf en þeir ná að taka móti og svo kemur þessi Hávörð og fer út. Stigið er gestana. Strákarnir fögnuðu þessu vel, skila þessu vel en boltinn af Hávörðinu út. Þetta var ekki spurning. 11. stig gestana, 12-11. Þetta er að haldast í 1-2 stigum núna. Óskar tekur vel við Binta Fílip og Andrei bombar þessu. Frábælega gert þarna hjá Arnari í lífbjörnstöðunni. Þröng staðana hjá honum Matthías. Kemur frábært smass frá Andrei Collins dos Santos. 8 stig og hann fagnar þessu gríðarlega æðislegur karakter Andrei. Og hann er að njóta þessi botn að spila hérna í þessum toppslag. Spilar ekki alla leiki, spila til þess ekki gegn Fylki í síðustu umferð. Þetta segi orðinn 44 ára gammal. En mikið óskaplega gaman að sjá hann að spila flag. Gefur Matthías, setur hann út. Hávörðnin hvergi náð þessi bolta og Matthías hittir ekki völlinn. 14-11, K.A. komið 3 stigum yfir núna. Þá tekur Massimo Pistoia, þjálfari HK, leikhlé. Og þeir eru bara í vandræðum með K.A.-lið hér í kvöld. Flottur leikur sem að áhorfendurnir fá hérna í K-milinu. Minnum á að það er handboltaleikur á morgun hjá okkur. Engin smá leikur líka, K.A. Haukar. Og hann verður svolítið í beinni á K.A. TV. Auk þess sem að það mega að koma áhorfendur. Verða með betri tilkynningu á morgun hvernig það verður og hversu margir miðar verður í boði. En endilega ekki missa af þeim leik. Það er veisla á K.A. TV þetta núna næstu í hverjum þessa degi núna. Hvort sem það er handbolti, fótbolti eða blak. En við halda ára með þessa blakveislu hér. Kemur Matthías, setur hann beint í gólfið. Setur hann yfir Hávörðina, fastan í gólfið og hann er komið 10 stig núna. Er að fara fyrir stigaskori gestana. Næsti maður með 6 stig, hann Kristófer. 14-12. Og þetta þurfa að halda áfram, eru búin að finna taktinn aftur eftir aðeins erfiða byrjun á þriðju hrynu. Kemur Matteo og bombar þessu í gólfið. Já. Haldur hann engin bönd núna, komið með 12 stig kallinn. 11 stig í annari og þriðju hrynu.
og þetta virðist alltaf verða svipað á fyrstu tvær hreinunar. Já, í uppæði eins og þegar líða tekur. Það er K.A. aðeins að slíta sig frá. Kemur Matthíus, að lauma þetta. Benedikt Rúnar Valtýsson sér við honum og skelli boltanum í gólfið. 5. blóðstík K.A. komið 4 stig að benna. Þetta gerði hann frábærlega, á leiðinni niður úr hávörninni en tegir sig í boltan og skettar hann beint í gólfið. 16-12 fyrir K.A. Andrei Collins dos Santos í uppgjöfinni. Krefindi bolti þarna en Arnarfjörður gerir vel og hvað endar þetta? Þetta endar í gólfinu frá Lúðvík. Lúðvík Már Matthíasson. Sittur hann af hávörninni og í gólfið. Þetta getur hann svo sannarlega. Komið 4 stig. Þó flest að séu úr svona uppgjöfum. Matthíus komin í eftirlínuna. Sér bolti beint á Gunnar Pálma sem tekur frábærlega við og sjáu svo þennan bolta dæmdur í gólfinu. Já, Benedikt fer þetta stig. Það var smá reikistjarna hana en boltin var komin í gólfið hérna. (17-13) aftur 4 stiga munur. Benedikt að koma sterkur inn. Það tekur ekki eftir í að það er að skipta hann út. Sjáum hérna Vigfús Jóbergsson er klár í að koma í uppgjöfina. Benedikt ekki ennþá búinn að átta sig á því. Hvað gerist hér? Heyrðu, það er rautt spjald á gestina. Rauðspjaldið því það að K.A. fær auka stig. Ég er ekki alveg viss, setjum bara Massimo þó ég held að það hafi ekki verið hann sem að fekk það. En K.A. er það komið í 18-13. Það sem því það ef andstæðingurinn fær rautt spjald þá er það auka stig á hittliðið. Þannig að K.A. fær hérna ódýr stig, ansi ódýr stig. Það er mitt mjög steikt á því á dögunum að K.A. vann leik á því að það var rauðspjald á gestina. Það var sem sé K.A. einu stig frá að vinna leikinn. Það var rauðspjald á loft og K.A. bara búið að vinna. En ekki alveg þannig núna en K.A. kom í 18-13 og vel gert hjá Lexa, náðu að tegja sína bolta. Svo kemur fastur bolti frá Matteo og hann er að skora 19. stigið, 6 stiga munur. Hrein unun að fylgjast með K.A.-liðinu í kvöld. Á sama tíma er HK-liðið bara í bullandi vandræðum að taka því leiklið, sitt seinna leiklið í annar hreinu. Hvað getur Massimo gert í þessari erfiðu stöðu? K.A.-liðið 6 stigum frá því að klára leikinn 3-0. Já, það er bara í skýjunum með K.A.-liðið til þessa. Það hefur stundum verið aðeins að vanti stöðuleika í okkar lið. En þeir eru búin að vera nær allan tíman með bensinni í botn og eru bara búin að vera töluvert sterkar aðilinn í þessum leik og eru einmitt 2-0 yfir og í leikistöðu núna á að klára þriðju hrinuna og fara með leikinn. En hann þarf að klára þetta. Kemur Vigfús með boltan sem Matthíus tekur við og kemur Óskar, klárar þetta en dæmt seiling á hann. Já, þetta er rétt. Þessi bolti var það mikið inn á Vatalvík HK að þetta var ólöglegt hjá Óskari að teygja sína bolta og ýta hann niður. Þetta er bara hárréttudómur og HK minnkar þetta í 5 stig hérna 19-14. Gretta þarna í Óskari að reyna við þetta. Hvað er það áfram í smjörið? Fastur bolti frá Lúðvík en í net og niður á K.A. aftur 16 við 20-14. 5 stigum frá því núna að klára þetta. Og þá fer Matteo í uppgjöfina. Það var búast við förstum bolta núna.
Já, þetta búið að vera virkilega flott frammistaða og bara að klára þetta. Fastur bolti en þeir ná að taka við þessu. Snúið vörðin sótt, en frábær hávörð, en þeir boltinn ennþá í leik. Andrea Berg sem að setur hann á Andrei sem að tísi í hann og Mattias setur hann yfir. Jæja. Kemur boltinn á Berg aftur og Bergur. Jæja. Birkir flottur hérna. Þessi bolti hvar endar þetta? Jæja, Mattias setur hann rólan yfir, kemur svo Mattias á eftirlínunni, setur hann í netið og KF fær stigið, 21-14. Þetta lítið með HK núna, 7 stiga munur. Vissu geyjaði sóknin svolítið í HK-a, en kom ekki að sök. Boltinn frá Mattias í netið. Jæja, klikkar uppgjöfum hjá Matteo. Svo 7. sem klikkar hjá KA gegn 9 hjá gestunum. Skipting hjá gestunum, Elvar Örn út og í hans stað kemur Magnús Yngvi. Hann fer svo í uppgjöfuna. Þetta að verða ansi erfitt fyrir Kópavogsliðið. Gunnar Pálmi, flott móttaka, Filip upp á Óskar sem bara, jæja, hérna ennþá í leikið þessi bolti. Þeir koma með yfir. Og Lexi neglir þessu gólfið á endanum. Já, eins og ég segi, sóknarleikurinn hjá KA er gjörsamlega frábær. Og þrátt fyrir að háka sig með líklega einhverja bestu móttökuna í deildinni, þá eiga þeir fá svör við þessu. Það er bara frábært að fylgjast með þessu KA-liði hér í kvöld. Þetta er nákvæmlega sem við viljum sjá. Styttir svo í bikarkeppnina, Kjörís-bikarinn. Það verður gaman að sjá hvort að KA-liði ná að gera bikarævintýri. Þeir eiga afturheldingu í 8-úrslitum. Dæmt touch á KA-liðinu þarna, þannig að gestinni fá stigið. (22-16). Já, eins og ég segi. En höldum við áfram. Við erum að klára með hann leik hérna, væri gott að klára þetta í 3 hinnum. Æja, Filip setur hann yfir. Og Lúðvík á Mattias á hávörnin. Já, Lexa og Filip, næri ekki að stoppa boltan. Og Mattias heldur HK ennþá inn í þessu 5 stiga munur. 22-17. Sóknarleikurinn aðeins að koma til hjá HK. Komum með 26 marksteg núna gegn 37. En þessi uppgjöf alls ekki nógu góð hjá Markúsi. Þetta er rándýrt á þessu tímapunkti. 23-17 fyrir KA núna. Svo þeir eru 2 stigum frá því að klára þetta. Vigfús Jónbergsson. Kemur svo út og benni inn. Þetta er alltaf skemmtileg skiptingar sveifla. Lexi fyrir KA. Stig núna myndi fara ansi langt með þetta. Fastu bolti, þessi var inni, ekki nokkur spurning. Ásjá Lexa, komið með 11 stig, 24-17 og KA hlýtur að klára úr þessu. HK þarf að kraftaverki halda, þeir eru að skora 7 stig í raun til að knýja þar upphækkun. Annars er þetta bara búið. Hvað gerir Lexi núna? Aftur hörku bolti, þessi er út þarna núna. Alltaf að reyna þetta. 6 stiga munur núna. HK gjörsamlega með bakið fyrir vegg. Þurfa að skora 6 stig í röð núna. Bergur einið að maður ekki gera neinu mistök. Þessi bolti frá hann er líka tiltalega öruggur. Beint á Gunnar Pálma og svo kemur boltin á Andrei Collins og hann skorar og klárar þetta. KA vinnur hennar leik 3-0. Vinnur 3. hrinni 25-18 og strákarnir fagna þessu vel og innilega skiljanlega. Þetta er risastórt skref. Er núna að ég leifir að fullera eina liði sem getur eitthvað fyllt
liði Hamars í toppbaráttunni. HK núna búið að tapa 7 stigum í deildinni, KA búið að tapa 5 og KA á eftir að spila við Hamar í Hveragerði. Þannig að við erum allavega ennþá að lífi í baráttunni um deildarmeistaratillinn og þessi frammistaða hér í dag var algjörlega frábær. Strákarnir gjörsamlega til fyrirmyndar, unnu í rauninni 3 ansi sannfærandi hrinur. Við skulum kíkja á tölfræðina. Hérna er tölfræðin í þriðju hreinu, 25-18 fyrir KA, 11 smasti gegn 10, 1 ás gegn engum, 1 lauma hjá gestunum, enginn á KA, 1 blokkstig á hvort liðið. KA skorar 12 stig eftir mistök á HK, en HK skorar 6 stig eftir mistök á KA-liðinu. Það náðu strákarnir aftur að minnka mistökin hjá sér, eða fækka mistökunum. Og já, vinna á endanum 7 stiga sigur í þessari þriðju hreinu og gera þetta virkilega vel. Skulum kannski rétt kíkja á leikinni í heild sinni. Sjáum að hérna 25-19, 25-20 og 25-18. Þetta var, já, eins og ég segi, ansi sannfærandi sigur og nokkuð ljóst að KA-liðið er að toppana á háröðum tíma styttist í bikarkeppnina og það er nú yfirleitt svona oft talað það sé nú eiginlega stærsta mómentið í blakkheiminum. En hvað það 38-26 í smastegum, 4 ásar sig hvort liðið, 3 laumur KA gegn 2, 5 blokkstig á KA gegn 4 og KA gerir 21 mistök sem að gefa gestunum stig gegn 25 og var raunum bara betra í dag, bara að leiða að fullera það. Kíkjum á tímalínuna í þessari, ekki svona, það er svona sem ætla að gera þetta. Tímalínuna í þriðju hreinu sem að HK byrjar aðeins betur en sá hvernig ná svo tiltölulega fljótt að jafna þetta og ná sannfærandi forystu og eins og segi 3-0 sigur KA ansi sanngjarn. Kíkjum svo á stigaskorið hér í dag. Miguel Mateo Castrillo 13 stig. Kvitnaði heldur betur á honum eftir að hann skoraði aðeins 1 stig í fyrstu hreinu. En Lexi með 11, Óskar 9, rétt eins og Andrei Collins, Benedikt Rúnar 5 og Filip Pavel Sjevsik með 3. Hjá gestunum Mattius Kloska stigastur með 11 stig, Kristófer 6, Stefán Gunnar 5, Lúðvík Már, Elvar Örn, Bergur Einar allir með 4 stig og þeim Markus Ingi og Magnús Yngvi báði með 1 stig og var þarna 1 rautt spjald sem fór í gestunum sem gaf KA-liðinu vissulega stig. Og ég held að það sem ekki verið Massimo, en við settum það bara á hann til að vera sitja allavega á einhvern. En já, gjörsamlega frábær frammistaða hjá KA-liðinu og eins og ég segi, þeir eru að koma sér í raun upp fyrir HK. KA-liðið áreindar 2 leiki til góða á HK og eru með færri stig í deildinni, en ef þeir klára þessar 2 leiki sem eiga inni, þá fara þeir upp fyrir þá. En já, ég heldur fyrir að setja gott í dag. Minnum á að það er KA Haukar í handboltanum annað kvöld beint á KA TV, en eins og segi áhorfendur eru leyfðir á ný, þannig að það er endilega fylgist vel með KA miðlunum á morgun. Það verður tilkynnt hvernig áhorfendur verða hérna, hversu margir og hvernig miðasölu verður háttað. Leikurinn klukkan 19:30 á morgun. Annars bara endilega takk kærlega fyrir áhorfið. Við sjáumst fersk á morgun. Bless, bless.